Ég að fara í kjallarann. Hingað á svið að fara að stíga ástsælasti grínisti landsins. Ég ætla að taka smá pröfu hjá þeim. Þegar ég var kallar í þetta verkefni með Kalla og að gera sýningu með Latta. Ég ætlaði að skrifa handritið, Siggi ætlaði að leikstýra þessu, Latti ætlaði að leika þetta. Þá langaði okkur öllum sárlega og mikið til þess að búa til leiksýningu með Latta, hans feril, hans innri mann. Hæ. Nei, blessaður, gott að sjá þig aftur. Já. Sæll, já, blessaður. En ekki búa til, hvað ég vil segja, típíska Latta-sýningu. Ég ólst upp í sveit, í samlyndi við alla skepnurnar, með búfé á beit og gaggandi hænurnar. Nú eru þið hérna í Þjóðleikhússkjallaranum. Hvernig er þetta núna? Við vorum hérna í gamla daga fyrir nokkru síðan, en... Já, við erum að reyna að koma af stað svolítið kultúr, þannig að fólki finnst bara eðlilegt að koma á eitthvað sem er bara uppistand. Ekkert annað. Ég veit að gennum tíðina hefur grínið oft verið spyrt saman við margt annað. Það er náttúrulega bara grínistarnir voru að skemmta í hléum hjá hljómsveitum og oft þorrablót og töframaður að koma og nákvæmlega. Og sem er bara allt mjög gott að blessa og það lifir enn. En við erum svolítið að reyna að þetta er bara hreint uppstandskvöld. Fólk situr ekki einu sinni við borð, situr bara eins og í leikhúsi. Það getur að vísu tekið drykkina sína með inn, þannig þetta er eins og blanda á leikhúsi og einhverju barstemningu. Já, ok. Svo erum við erum að reyna að ná kannski þessari stemningu sem eru á comedy clubs erlendis. Já, það er alltaf verið að spyrja mann að því með grínið hvort að hafi breyst. Er það eins í dag og það var í gamla daga þegar við byrjuðum til dæmis? Hvernig er landslagið í dag? Hefur það breyst eða er það sama grínið í dag og var fyrir 30 árum, 40 árum? Menn ganga miklu lengra í dag heldur þið gerðu í den. Já. Allavega, já, allavega... Við munum þá tíðu þetta allir að hérna allir þessi áramótaskaupi fyrir ekkert svo voðalega mörgum árum síðan þá var ekki til umræðu að fjalla forseta Íslands eða sem biskupinn. Það menn þurfti ekkert að ræða það. Nei, síðan bara brotnar sá íspa kannski með látum og eftirleikin þekki allir. Það vildi nú svo skemmtilega til að við, Siggi, við skrifuðum handrit að skaupi þar sem að í fyrsta sinn var reynt að gera grín að forseta Íslands. Já. En þau atriði voru öll strikuð út. Þið voru nú ekkert tíma kærðir fyrir nú bara grín. Við vorum kærðir fyrir klám. Já, fyrst vorum við klám, já, líklega fyrst klám, já, það er rétt. Klám og svo fyrir guðlast. Og svo fyrir guðlast. Já. En hvað var þetta nákvæmlega? Í fjallinu bara fyrra málinn sem var þessi ásökun klám. Ég tók nú þátt í því atriði og það nú kannski aðalleikarinn í því númeri. Aðalsprautan var Já, aðalsprautan. Þá var ég að leika Kristján Ólafsson, hann mæta mann. En ég er ekkert að tala neitt, ég tala bara tæpitungulaust það mál, en hann kom sem sagt labbandi út úr píku. Og það þótti of mikið. Stakk hann sér ekki inn í píku? Jú. Hann klæddi sig í smokk. Stakk sér inn í píku og tróð sér inn. En hvað var með Guðlastið? Já. Það var kannski allur þátturinn? Já, það var allur þátturinn. Nei, en auðvitað var þóttu sum atriði verri en önnur. En þátturinn fjallaði, þetta var páskaþáttur. Hann var sendur út laugardaginn fyrir páska. En það kannski líka, kannski til marks hvernig hlutinni þróast og það krafan verður alltaf að ganga lengur og lengra að nokkrum árum seinna, ég hugsa kannski jafnvel alveg 8 árum seinna, gerðum við annan þátt, páskaþátt, sem hét Passaðu þig Krissi og var Passion of the Christ var það nýlega frumsýnd í bíó og þetta var eins og væri verið að okkar þáttur var eins og heimildamynd gerð einhvers konar bíómyndar Jesú. Þar voru hlutir sem voru margfalt verri heldur en í þessum þætti okkar frá 97 en þá sagði engin orð. En hvernig fór þetta? Þessari kæru var vísað frá, eða það er að segja saksóknari sem náttúrulega fór fram á rannsóknina ákvað að höfða ekki mál. En hins vegar voru eftirköst að þessu sem voru að
býsna, sko, já, nánast alvarleg og mjög leiðileg fyrir okkur persónulega vegna þess að við urðum bara fyrir, sko, miklu aðkasti í gegnum síma og bréf og annað slíkt. Það var bara óþægilegt. Það var náttúrulega, sumum var mjög misboðið. Já, en ég vil ekki upplifa það, sko, það aftur. Það aftur, nei. Samt finnst mér líka nauðsynlegt að ýta þessum landamærum alltaf lengra og lengra út vegna þess að leið og eitthvað er orðið leyfilegt að, sko, sem skotspónn í gríni, þá erum við líka búin að opna ákveðna umræðu. Hann að fara eitthvað 7:30 með eitthvað gig, svo kemur hann aftur. Sællubusar, það er lítill að flópa. Já, ekki? Jú. Nei. Er búið að airbrusha þetta? Já. Sko, það má í raun allt, en það sko kemst ekki hver sem er upp með hvað sem er. Nei, ég veit það. Til dæmis, ég kemst ekki upp með hvað sem er. Það er ekki búist við því að ég til dæmis sem er klám. Nei. En ég segi alltaf að það má allt nema að má ekki meiða fólk eða vera með dónaskap. En má það núna eða hvað? Nei, sko, ég er ekki vissum að þetta hafi breyst neitt svo mikið, sko. Við samt sko settum okkur vinnureglur þegar við byrjuðum að sko að sparka aldrei í liggjandi menn og hjóla aldrei, ráðast aldrei á garðinn þar sem hann er lægstur. Við erum svona nýbyrjaðir að brjóta það. Ég vissi það, já. En svo verður það ein regla í þessu sem er svo að ef að það sem þú segir er nógu fyndið og sniðugt og fólk hlær, þá kemstu upp með rosalega margt. Ef það er ekki nógu fyndið og ekki nógu sniðugt. Þetta er nákvæmlega líka sko réttlætingin fyrir einelti, svona almennt, sko. Já, þú veist, það er svona einhvers konar mælikvarði. Segir einhver sem útstæð eyru og sé aðstæðlegur og allir hlæja, sko, þá er það lægi sem er þessu, sko. Og þegar ég skrifa leikrið, þá er ég að spinna. Ef ég er að skrifa einleik, eins og til dæmis Laddi lengi lífið, þá reyni ég að verða Laddi. Það voru erfitt þegar maður lendir í einhverjum sem kemur bara og lappar upp á mann, ef maður er ekki langt hátt svið, sko. Þeir geta lappað upp á mann og standa beint fyrir fram á mann bara. Og horfa á mann. Og maður er svona að reyna að, þú veist, eitthvað, já, heyrðu, er enginn hérna til að hjálpa þessum manni? Hvað gerir þið þegar einhver byrjar að allar ekki að eyðileggja sýninguna en fer að trufla ykkur? Það er sagt að hérna maður á að setja fókusin á það sem er að gemma fram í strax. Setja fókusin á hann bara. Segja svona eins og ef einhver öskrar fram í eitthvað, þetta er ekki svona, þá bara, heyrðu, það er eitt gaurinn að segja þetta sé ekki svona. Tala við alla hina, beina athygli, ekki fara að tala beint við hann, beina athygli á honum og láta alla aðra vita hvað hann var að segja. Þetta er svona KFM triksið til að henda svona menn held ég. Já, en þú ert samt að segja að það fá salinn í lið með þér. Já, hann er með mann í liði, sko. Já. En hérna, hann er það, en bara maður á að treysta því og einmitt og finna það, sko. Já, það er bara stundum þarf bara svona að meta aðstæður, en oft er þetta ekki þegar fólk er ekki að segja eitthvað sniðugt, það er oft bara að bara gjamma, sko. Já, ég veit. Og það getur komið í ójöfni, því stundum er svona líka fólk sem heldur að það er svona að gefa þér signal að þú megir halda áfram með brandarann. Maður er ekki að hafa þér já, hef heyrt hann. Já, og svona, og þú veist, og eftir 10 mínútur og er þetta orðið svolítið þreytandi, sko, þegar þú kannski stóla á okkur kunstpásur og heyrist eitthvað, já. Og ég hef alveg upplifað svona augnablik þar sem einhver talar mig eins og ég sé ekki á staðnum eða segir, eða bendir barni á mig og segir, sjáðu þennan? Svona eins og ég sé á sjónvarpsskjá eða eitthvað svoleiðis, sko. Og hérna, það er svona stundum aðeins, mér svona þótt það eitthvað skrítið. Það er eitt sem maður og fór fyrst svona til að byrja með svolítið í taugarnar á mér, sko, en fór svo að venjast í að auðvitað meina, þú veist, fór maður að skilja það. Þegar fólk fór bara hlæja um leið og sá mann, sko. Já. Og ég var bara venjulegur maður, ég var bara eins og ég og reyndi að vera voðalega fíll svona og eitthvað. Þá var bara allt í einu hlegið bara inn í búð, eitthvað sem ég var. Þetta fannst mér svolítið óþægilegt. Og ég stundum bara fyrst svona, þá var bara fúll. Hvað var það að hlæja? Ég var ekki að segja neitt fyndið eða neitt. Og væri ég svona astnalegur eða hvað? Opna bussnögglu, hvað? Hefur ekki lent í því þá. Stundum hefur nú sem betur fer leikið svona alvarlega rullur. Í leikhús og svona. Já. Og þá kannski fyrir fólk að hlæja bara fyrir að bæði. Það er sjálfgefið eðlilega. Þú vanur því að hlæja þegar þú kemur. Við erum auðvitað að taka þess áhættu að vera ekki teknir alvarlega fyrir vikið, af því við höfum starfað svolítið mikið á þessum sviði. En ég meina, þú manst eftir því Siggi að Örn vinnur okkar lenti í því einhvern tímann að fá spún í nefið. Jú. Já, það var svona stór fluga. Stór fluga, já.
og og hann þurfti að leita náttúrulega læknis eða hjúkrunar til þess að ná þessu nefinn á sér og það var kona sem að lenta á sem að ætlaði ekki að ráða við að hjálpa honum vegna sem hún hló svo mikið. Það var náttúrulega bæði það að þetta var Örn Árnason og svo var þetta náttúrulega per se að ég sá svolítið fyndislis. Mjög fyndislis. Hann var með hann hérna svona. Já, í nefinu. Akkurat. Mér langar svo að vita, er enginn Eiríkur Fjallar og bara... Nei, það er ekkert enginn, bara ég. Bara landi? Já. Svo varst þetta að tala að þú myndir mjög að tala karakterina. Já, ég ræði það og svona, og kannski hvernig þeir urðu til og svona. Og af hverju endilega hlegið á honum, meira heldur en hinum eða eitthvað. Og hann hefur líka leyfi til þess að detta inn í karakter en hann fær ekkert gerfi til að hjálpa sér. Já, ekki tekið röddin eða eitthvað svona, veist. Já, þannig laga sér. Fyrsta sinn sem ég sá þetta gert, ég held ég farið rétt með, var einmitt Eiríkur Fjallar. Það sem þegar þú í skaupinu 82, þá birtistu allt í einu sem einhver persóna og ég var smá stund að fatta að þetta væri þú. Já. Og svo fór ég að pæla í hvað er það? Þá náttúrulega varstu búin að fela þetta einkenni, tennarínir eru mjög sérkennilegar. Skarðið. Já. Og bara það að taka þetta í burtu og setja eitthvað annað í stað en það bara allt í einu, þetta er ekki Laddi. Jú, já, eða hvað? Nei, það var nú sérstaklega út af þessu sem ég byrjaði á þess að búa til einhverja tennur og líka búa til bara svona svolítið eðlilegar, fallegar tennur eins og Elsa Lundi með að ég notaði þær tennur fyrst í tannlæknin í Hryllingsbúðinni. Er það af því að hann er tannlæknir, þá vildi ég að tannlæknirna hlýtur að vera með fallegar tennur þannig að hvítar og fallegar tennur, það gerði hann svona meira svolítið líka skeri. Það er bara svolítið gaman að maður heyri gamla hljóðupptökur eins og upptökun á laginu með Eiríki Fjallari Skammastuðin svo. Þá heyri ég að þú ert ekki með góminn. Nei. Og þá kemur ekki karakterinn í gegn. Það var ekki búið að smíða hann. Og þess vegna... Ég get líka sagt söguna því að þetta var ekki Eiríkur Fjallar. Það var ekki hann? Upphaflega, nei. Nú, já, ok. Ég var búinn að syngja lagið inn og Eiríkur var bara að verða til þarna. Á sama tíma? Já, og það var ekki hægt að fara að syngja lagið aftur og hann, Steinar Berg, sagði þetta verður að vera Eiríkur Fjallar. Já. Og ok, við ákváðum að gera það, en það var reynt að laga hljóðið aðeins í stúdíóinu, sko. Hvað sér? Er einhver uppáhaldskarakter eða eitthvað svoleiðis? Já. Er þetta að spyrja því, hver er uppáhaldskarakter? Eiríkur Fjallar. Já. Þess vegna eldist hann svona með þér? Já. Akkur er hann uppáhaldskarakter? Ég ætla að segja ekki bara að þetta er ég. Þetta er... Hann er næstur þér? Já, hann er næstur mér að öllum, sko. Hann er svona feimni karakterinn. Já, ég skil því. Laddi. Já. Sem ætlaði að verða frægur, ætlaði að vera söngvari, hljóðfæraleikari og allt og þetta er hann bara. Þú átt karaktera sem þú getur þannig séð verið að þú getur lifað á þeim og þú getur hlegið í bankanum út æviðina að þessum karakterum. Er þetta búið? Eru Íslendingar búin að fá nóg af karakterum? Já. Ég alls ekki. Ég held að, sko, það er kannski það sem mér finnst spennandi og það sem ég dáist að Ladda. Hann er, sko, óhræddur við að byrja upp á nýtt. Hann getur lifað á þessum karakterum það sem eftir er. Ég meina, hann gæti haldið áfram að vera bara Eiríkur Fjallar og Saxi Læknir. Þetta er bara svo tónlistarmaður, sko. Þú gæti verið að taka einhverja gamla hittar endalaust en reynir að gera eitthvað nýtt. Ég meina, við erum núna, við þykjumst að taka stóra áhættu. Við ætlum að gera eitthvað allt annað. Við ætlum að gefa tanngómunum frí og þú þýðir þessu. Þannig að þetta er bara, ég tek góðan fyrir þessum kalli að leggja í þetta. Það er hér mikil angist hér inni. Að því maður að fara út í svona eitthvað sko gjörsamlega nýtt eins og maður segir, sem ég aldrei gert áður og vera ég sjálfur, það er búið erfitt, ég hef aldrei getað verið ég sjálfur. En það er svona... Það er svona að bjóma til þess að karaktera, til þess að vera ekki maður sjálfur. Já, ég ætla að segja að þetta er svona svolítið athyglisvert af því að enginn af okkur er neitt að vinna með svona sem var svo vinsælt, þú veist, fyrir bara ekki svo lengur, sko. Og náttúrulega þið gerðuð og hafi gert það svo vel. Ég hef gert einn karakter og þá lítið ég mitt smíða uppi með tangóm og verið með kollu og talaði ensku og ég man að það var mjög þægilegt. Því það var bara engin leið að vera meðvitaður sjálfan sig því að þetta er ekki ég. Nei.
Ég hef einu sinni prófað, maður var svolítið svona, maður getur sagt hvað sem maður vill, því ég er með gerfibumbu. Ég segi það, eins og ég, maður var óbúslega feiminn, maður gæti ekki staðið fyrir framan fólk, en ég var í einhverju gerfi, ekki máli. Nú erum við svo heppin á Íslandi að það er alveg gríðarlegur áhugi á leiklist. Við njótum þess við sem vinnum í þessu. Við finnum það bara á aðsókn í leikhús. Og það veit ég, það er gott að vera leikari á Íslandi, vegna þess að það er mikið meðbyr. Fólki í landinu finnst svo gaman að fara í leikhús. Það er mjög sterk, flott hefð fyrir leikhús á Íslandi. Þess vegna var auðvitað oft spurður, hérna, á ég að fara út í þetta ekki, er þetta ekki hvað fyrir mig? Og jú, ég segi það alveg heiklust ekki spurning ef þau tækifæri til, en það er ekkert á vísan að róa, þannig að fólk verður að vera alveg með það á hreinu, því miður það komast ekkert allir að, og margir hæfileikaríkir kraftar eru út í bæ ekki vinnandi við leiklist. Þannig menn þurfum svolítið svona að hafa það alveg í huga, en ég mæli alveg heiklust með þessu. Þetta hefur gefið mér allt sem ég á með leiklistin. Hvenær getur hugsað þér að vera í prógraminu? Bara þið ráðið því bara. Við viljum náttúrulega alls ekki láta þið byrja, sko. Við viljum láta þið fá sjóðheitan sal. Já. Nei, ok, já, þið ráðið þessu, já. Það er svolítið gott, held ég, að Taka þrjá fyrir hlé, tvo eftir hlé. Af því að fólk er stundum svolítið þreytt eftir hlé. Já. En ef þú væri til dæmis síðastu fyrir hlé, þá held ég að þá ertu með mjög heitan sal og allir ennþá bara með full athygli. Það var frábært. Og svo verður þetta náttúrulega örugglega alveg brjáluð stemning þegar þið kynnið. Ég ætla að vona það, sko. Málið er það að við fengum símtal fyrir ekki löngu síðan frá manni og hann hringdi einn okkar og sagði já, heyrðu, gaman að heyra hvað gengur vel hjá okkur í Þjóðleikhússkjallaranum og ég er rosa gaman öllu svona góðu gríni og það er kannski spurning hvort ég fengi kannski einhvern tímann að koma og kíkja á stemninguna og viðra kannski einhverja pælingar við salinn. Og af því að það var þessi maður þá sögðum við já, ekki spurning og það er bara komið að því. Það er óvæntur gestur, óvænt uppákoma og ég ætla að fullyrða það að hingað á svið er að fara að stíga ástsælasti grínisti landsins, takið vel á mótunum, sérstakur heiður fyrir okkur, Latti Jóni Vatnar! Takk fyrir þetta. Já, en ég verð bara að leiðrétta ykkur að ég heiti ekki Latti. Ég heiti Þórhallur Sigurðsson, fæddur uppalinn í Hafnarfirði og mér langaði svolítið til að deila þessu með ykkur að ég var fyrir einelti þegar í æsku. Já, hlægiði bara að því. Fyrsta sinn sem ég steig á svið, þá var ég bara 13 ára. En það var nú bara óvart, það var bara svona skólaleikrit, má segja, í Hveragerði. En það var svona atriði sem við byggum til, ég og annar strákur, hann var svona heilmikið stærri en ég, hann leik konuna og ég kallinn, og byggum til eitthvað svona fíbladans, eða ég var fenginn í það því ég náttúrulega var þar alveg eins og ég Hafnarfirði með bölvi fíblalæti alltaf. Og við byggum til eitthvað svona mjög skrýbódans og svona og þetta þótti svona eitthvað fyndið. Þannig að við vorum pantaðir, sko, þetta var ekki lengur orðið skólaleikrit, þetta var orðið skemmtiatriði, vorum pantaðir svona í Kvenfélaginu og svona eins frá þessum, fengum borgað fyrir, 500 kall. En sástu fyrir því þá að þú yrðir í framtíðinni leikari eða skemmtikraftur? Nei, þetta ekki til hugar og ætlaði aldrei að vera það. En það var bara óvart, auðvitað var maður alltaf með þessu fíblalæti. Ég ætlaði alveg statt og stöð, ég ætlaði að vera hljómsveitarmaður, ég ætlaði að vera poppari. Popstjarna. Takk fyrir mig! Já! Heyrðu, þetta var góður. Hæ? Strákar, þið að vita á þessu. Hvernig var það? Þetta var dröndu gott, maður! Er það? Já, maður fær engar sjensa í svona, skilur. Nei. Allir leikurinn er svo góður. En hefur þú ekki verið kærður fyrir grín eða? Já, það munaði litlu að ég hef verið kærður, eða þannig að segja, sko, jú, það má segja það. Nú, býttu hvað á það? Já, ég er náttúrulega móðgæði eina stærstu þjóð
í heimi. Já. Kínverja. Með grínverjanum Já, með mínum. grínverjanum. Já. Já, þarna hláturlagið. Já, það einhvern veginn fór eitthvað illa í kínverjana og svona ég frétti að því einhvern tíma og þetta var umræður um þetta í útvarpinu og það og mér brá svolítið að það var sagt að ég væri rétt ræpur ef ég færi til Kína. Þeir hefðu leyfi til þess að bara ganga frá mér og þeir eru ekki kærðir fyrir það út af því ég móðgaði þjóðina. Þú gerði móðgaðana með þessu. Okay. Ég myndi ekki vilja hafa þetta heimsveldi á móti mér. Nei. Ég hef ekki farið til Kína. En máttur latta er nú býst á, hann er móðgar heilt stór, Kína? Já. Ég var þetta fyrir mér, þetta er náttúrulega milljarðar. Var þetta lag mikið spilað í Kína? Var þetta mikið í kínversku útvarpinu? Ég veit það ekki. En það var alltaf einhverjir kínverjar hérna á Íslandi, þetta er svona, það fór eitthvað, var eitthvað Það er sko að fara varlega í nýju leiksýningunum þetta. Þetta er bara svolítið merkileg pæling vegna þess að þú gerir þetta lag, hérna Grínverjan, og það þykir eitthvað óviðeigandi, þá sést að hugsanlega gera lítið úr, segjum fyrsta lagi hugsanlega úr Kínverjum eða jafnvel bara úr alveg heilum kynstofni. Já. En hérna, og svo verður til svona einhver meðvitund um það, svona grín megi ekki gera og það er svona næstu því bannað svona í einhvern ákveðin tíma af því að það þykir ekki við hæfi. En svo endar alltaf með því að við komumst hringinn og endanum er kannski þetta grín orðið einmitt sko grín rasisma, það er að segja það að hafa fordóma gagnvart hérna einhverjum kynstofni. Já. Og hérna, og er orðið fyndið fyrir vikið af því að það orðið fyndið á einhverjum allt öðrum forsendum. Þannig maður kannski áttar sig á því að maður þarf stundum að fara varlega. Já, ég meina grín er ná að vera róttækur og ýta við og stuða og allt það, en markmið má aldrei vera meiða og særa, það er bara, það er ekki, á ekki vera til í okkar orðabók. Og hérna, en þú veist, allar nota eitthvað af þessu síðan í hörpuna? Það er nefnilega spurningin, sko. Hvað segir handritshöfundurinn? Já, ég meina að það eru þarna alveg punktar sem við getum nýtt okkur. Já, flott. Það kom þarna eitthvað, sko, náttúrulega. Þetta er mig náttúrulega, ég ræddi mig og ég var nú ekki búinn að segja neinum frá þessu einelti sko áður. Nei, það var gott að það kom upp. Já. Ég fór ekki alla leið, það var meira sko. Það var meira? Já. Þegar fór þetta sendum mig í sveit sko. Já. Svo því ég kom tilbaka þá var alltaf flutt. Hvað hefur þessi reynsla kennt okkur? Hvað vitum við? Við vitum vonandi eitthvað eftir þennan feril okkar. Grín, hvað þykir fólki fyndið, það hvað gerir hérna okkur að þeim grínunum sem við erum og þá náttúrulega fyrst og fremst, hvað gerir Latta að þeim listamanni sem hann er í dag, hvað hefur mótað hann, hvernig varð hann svona, hvað kom fyrir mannin? Þetta er samt það að grínisti að getur aldrei neitt sorglegt koma fyrir hann. Af því alltaf hann segir frá því, þá er allir og hvað gerir svo? Matti kom á svið og sagði bara frá einelti og fólk hann hlóaði bara. Það er fyndast að flytja grín á svona dramatískan hátt. Það er svo fyndast. Erum við ekki til í að ganga kannski aðeins lengra? Má þetta ekki vera jafnvel aðeins persónulegra heldur en hér í þessu handriti? Jú, við urðum sammála það og ég fór tilbaka og umskrifaði vissa hluti og svo auðvitað er handritið í stöðugri vinnslu. Við erum ekki nærri því búnir að skýla því af okkur og það verður í sjálfu sér aldrei tilbúið. Það sagði einhvern tímann einhver kennari minn við mig, sko, leikrit er aldrei tilbúið en á vissum tímapunkti þá ákveðurðu að yfirgefa það. En núna erum við semst bara að æfa á fullu, það er alltaf hlaðast inn á okkur núna, leikmynd og ljós og búningar og allt sem er svona utanakomandi í sýninguna. Vinnan er auðvitað fyrst og fremst bara með Latta einum að hann að gera sín stykki. En það er semst 5. apríl er stóri dagurinn, þá ætlum við að bjóða upp á fullbakaða köku vonandi. Þannig að það var svona ólík gleðin okkar, pínlítið ólík inn í þennan heim. Já. En við erum samferðað þar núna, eða ekki? Jú, ég held það. Eða það ekki. Hvort sem okkur líka betur að vera. Já, mér líkar það reyndar ákveð. Já, þetta er alltaf leið. Já. Latti lengi lífi. Skál fyrir því. Já, ég meina, þetta var alveg virka.
Jú, nei, jú. Er það? Algjörlega. Já. Þú heyrðir alveg hlátur. Já, ég heyrði smá hlátur en bara ég lokast alveg af þegar ég er svona en jú, ég held það. Þetta hafi nú tekist. Það er engin spurning um það. Þetta tókst bara vel. Já. Auðvitað átt eftir að þróast og slípast og eitthvað. En Þú náðir hann að það er að nota eitthvað af þessu. Og þetta er alveg rétti tónn. Já. Já, ég segi það. Ég meina, ég held að við séum alveg rétti leið með þetta. Ok. Ég ólst upp í sveit, í samlyndi við